Góðan daginn og hjartalega velkomin í þessu útsendingu úr annarri deild karla. Framundan leikur Kára og Dalvíkur Reynis hér í Akraneshöllinni. Ég held að það sé ekkert annað í stöðun en að fara yfir byrjunarlið dagsins. Við byrjum á gestunum. Númer 1 Auðun Ingi Valtýsson, númer 5 Miguel Goncalves, númer 6 fyrirliðinn Þröstur Mikael Jónasson, númer 7 Freyr Jónsson, númer 13 Axel Máni Gerdbó Garðarsson, númer 17 Gunnlaugur Rafn Ingvarsson, númer 19 Áki Sölvason, númer 30 Máni Dalstein Ingimarsson, númer 45 Elvar Máni Guðmundsson, númer 76 Aires Sosa, númer 77 Atli Þór Sindrason og á bekknum hjá þeim eru númer 24 varamarkmaður Einar Ari Ármannsson, númer 3 Hákon Atli Aðalsteinsson, númer 8 Viktor Daði Sævaldsson, númer 9 Hektor Bergmann Garðarsson kominn aftur á sinn gamla heimavöll, númer 21 Sævar Þór Fylkisson, númer 22 Viktor Smári Sveinsson, númer 23 Hjörtur Freyr Ævarsson og þjálfari Dalvíkur Reynis ritstjóri 4-3 Hörður Snævar Jónsson og honum til aðstoðar Óskar Bragason. Og þá að lið heimamanna í Kára. Í markinu númer 1 Loimar Hjaltesteð, númer 6 Albert Hafsteinsson, númer 7 Marno Hilmar Ásgeirsson, númer 8 Sigurjón Logi Bergþórsson, númer 10 Jón Þór Finnbogason, númer 16 Birkir Hrafn Samúelsson, númer 17 Máni Berg Ellertsson, númer 21 fyrirliðinn Árni Salvar Heimisson, númer 33 Finnbogi Lagstall Aðalgeirsson, númer 40 Stefán Logi Sigurjónsson og númer 47 Matthías Daði Gunnarsson. Bekkurinn hjá heimamönnum þannig skipaður að númer 25 varamarkmaðurinn Kasper Úlfarsson, númer 4 Mikael Hrafn Helgason, númer 9 Jóhannes Breki Harðarsson, númer 11 Jón Viktor Hauksson, númer 14 Benedikt Ísar Björgvinsson, númer 41 Viktor Gaziarki og númer 77 Jóhannes Már Danielsson. Þjálfari Kára Úlfur Arnar Jökulsson ásamt Alberti Hafsteinsinni sem einnig leikmaður í byrjunarliði í dag. Dómgæslan í dag í höndunum á þeim Hallgrími Viðari Arnarsinni, Daniel Erni Arnarsinni og Tryggva Elíasi Hermannsinni. Og liðin ætla að skipta helming hérna. Ætli Kári hafi þá tapað hlutkestinu. Sjálfur heiti ég Snorri Kristleifsson og ætla að fylgja ykkur í gegnum þennan leik. Þessar kunnulegu raddir eru vant við látnar í dag. Það eru fjölskylduboð eða golf eða kannski eru Arsenalmenn eitthvað að sleikja sárin eftir gærdaginn, ég veit það ekki. En svona þetta nú bara. Staðan í deildinni þannig að Kári í 3. sæti með 7 stig fyrir þessa umferð og Dalvík í því 9. með 4 stig. Það svo stutt á milli en þá í þessari deild. Eina taplausa liðið enn sem komið í deildinni Hvíti Riddarinn. Þeir gerðu 4. jafntefli sitt áðan á móti Magna. Þeir hafa unnið 1 leik og gert 4 jafntefli og eru miðja deild. Annars unnu Haukar KFA 3-2 áðan klukkan 2 og Selfoss unnu Víking Ólafsvík 3-1.
Matthías Daði á vinstri kantinum. Árni Salvar með langan upp. En Finnbogi nær ekki til hans. Vel leist hjá Norðamönnum en KR-menn komast í boltann engu að síður. Jón Þór með góðan sprett hérna á miðjunni. Fær aukaspyrnuna. Albert kemur fyrir gjöfuna. Þetta er skalla frá. Marino stöðar hann að skyndi svo. Sleppur hann með spjaldið. Já, virðist vera. Árni Salvar öflugur hann í loftinu. Matti finnur Mána Berg sem kemur boltanum áfram á Sigurjón Loga. Sigurjón inn á teignum. Kemur hann aftur á Matthías. Hér er Sigurjón. Elvar Máni kemur þessum í innkast. Kemur Jón Þór í boltan á Sigurjón. Sigurjón losar sig frá mönnum hana en missir boltan frá sér. Stefán Logi aftur á Loga Mar. Stefán með góða sendingu hérna upp á Finnboga. Jón Þór reynir að sækja aukaspyrnu, gengur ekki. Finnbogi með krossinn. Norðanmenn koma þessu frá. Kári fær væntanlega boltan hérna á fínum stað. Jón Þór. Sendar út af hjá Sigurjóni.
Albert finnur Matta en hann er ángstæður. Þarna var Elvar Máni brotlegur og Birkir Hrafni. Káramenn komust áfram í Gatorade bikarnum í vikunni. Það var leikur hérna á miðvikudaginn. Þeir unnu Vængi Júpiters 5-1. En ég held að verið dregið á mánudaginn. Þá kemur ljós hverju mótherjar þeirra verða í 16. úrslitum. Marino hana ekki með alveg nákvæma sendingu. Þessi svo rennur út í sandinn. Jón Þór finnur Mána. Albert og Sigurjón. Kemur Matthías inn á teginn. Og Marino með skotið en þetta er ekki alveg nóg nákvæmt hjá honum. Fínasta sókn hjá Káramönnum. Ágætis staða fyrir Dalvík en þessi sending ekki nákvæm. Stefán Logi út á Matthías Daða. Matthías kominn á ferðina, finnur Mána. Máni með fyrirgjöfuna á fjær. En þessi endar í höndunum á Auðuni Inga Valtýsinni. Markverði Dalvíkur Reynis. Káramenn eru strax búin að vinna boltan. Birkir Hrafn alvöru hreinsun hérna, endar innkasti. Núna fer fram á sama tíma í annari deildinni leikur Þróttar Vogum og Kormáks Hvatar. Þar er staðan 1-0 fyrir Kormák í Hvöt. En Kári tapaði einmitt fyrir þeim á útivelli í síðustu umferð. Þeir voru víst ansi erfiðir. Ansi erfiðir mótherjar þannig fyrir norðan. Þeir eru með öflugt lið og eru komnir yfir í Vogunum.
Dalvíkingar báðum rángstöðu og fengu hana. Matthías Daði fyrir innan. Mikil barátta hérna á vinstri kantinum. Matthías Daði fær innkastið. Logi finnur pönnuna á Sigurjóni. En þessi endar hjá Auðun Inga. Árni Salvar kemst upp með smá hendur í bak hana. Jón Þór kominn á ferðina. Finnur Albert. Sigurjón. Matthías Daði. Og þetta er mikið klaps hérna. Og endanum er Sigurjón dæmdur brotlegur. Sjáum þetta aftur hér. Fínasta sókn. Matthías mjög nálægt að kötta hann út hann á Sigurjón. En á endanum réttilega dæmd aukaspyrna. Það er annar boltinn upp í loft í dag. Árni Salvar með krossinn. Máni Berg í fínu færi, en vel var hjá Auðuni Inga. Sjáum færi hérna aftur. Vel gert hjá Mána að vinna sjálfur boltan og kemur fínu skot á markið. Ágætis staða hjá norðanmönnum hér. En Káramenn redda þessu. Marin og Hilmar ekki alveg sáttur við viðskipti sín við Elvar Mána Guðmundsson. Svolítið erfitt uppspil hjá Kára þarna, en innkastið er heimamanna.
með Freyr Jónsson boltan og reynir að koma boltanum fyrir, gengur ekki, en Þröstur Mikael kominn í fína stöðu hérna. Hliður í skot, vinnur boltan aftur, Þröstur Mikael, en Árni Salvar fyrir þessu skoti og Finnbogi kemur þessu frá, en norðanmenn ennþá í sókn. Hér kemur skotið sem að Logi grípur. Albert finnur Finnboga, brotið á honum, en leikurinn fær að halda áfram. Finnbogi gerir þetta glæsilega, finnur Matthías Daða sem að hittir ekki alveg markið þarna. Flott sókn. Vel gert hjá Stefáni þarna, tekur boltan niður og skilar hún rólega frá sér á Matthías Daða sem finnur Albert. Albert út á Mána. Birkir Hrafn í fyrirgjafarstöðu. Hættir við, finnur Matthías. Jón Þór kemst í þessa sendingu. Matthías Daði. Og geta norðanmenn sótt hratt. En kjósa að taka því rólega frekar. Vel spilað hérna hjá Dalvík Reyni. Gunnlaugur Rafn með boltan, kemur honum fyrir, en þeir ná ekki að stjórna boltanum hana á fjær.
Það liggur Marin og Hilmar eftir. Einhver misskilningur þarna. Fínasti bolti á fjær þarna. Sjá þetta aftur. Þarna mátti ekki miklu muna að Elvar Máni potaði þessu í markið, en Birkir Hrafn var vel með á nótunum þarna. Sigurjón kominn inn á teig. Finnur Albert. Albert fer fram hjá tveimur, tippar honum inn á Mána Berg sem að skorar. Þetta var skemmtilegt. Ekkert að þessum tilþrifum hjá Alberti hana og vel klárað hjá Mána. 1-0 fyrir Kára. Hörku tækling þarna hjá Árna Salvari. Nú kemur Sigurjón Logi. Fínasta færi, en Matthías Daði náði ekki að stýra þessu markið. Æres Sósa með boltan, Finnur Þröst Mikael. Hann með skiptinguna á Elvar Mána. Jón Þór fyrir þessum bolta, en norðanmenn halda boltanum engu að síður. Smá misskilningur þarna. Axel Máni setur hann beint út af, finnur ekki Æres Sósa. Kemur Máni, finnur Sigurjón. Sigurjón kominn á ferðina, hann heldur bara áfram. Missir hann frá sér þarna. Vel gert hjá Jóni Þór. Marino, Sigurjón.
út á Jón Þór. Sigurjón og Albert sem að kemur þessu á markið, svolítið mátlaust. Örlítið pat á norðanmönnum og þeir neyðast til að negla honum upp í rjáfur. Þannig að Káramenn fá boltann hérna á fínum stað í dómarakastinu. Erfið sending hana hjá Jóni Þór, en að gera að reyna. Stefán með enn einn unninn boltan hana í loftinu, búinn að byrja þennan leik frábærlega. Krefandi fyrir Maran og þarna, en hann leysir úr þessu og fær aukaspinnuna. Það hefur nú ekki verið neitt illt í þessu, bara baráttum boltan. Sjáum þetta aftur hér. Svolítið seinn, hann Þröstur Mikael, en ég held að það sé rétt að það verður ekkert að spjalda á þetta. Árni Salvar með þversendinguna á Matthías Daða sem aðeins með hendunar aftan í Frey Jónssoni. Ég held að þetta sé rétt. En jaðarspakkanir eru tróðfullir af fólki í dag, líkt og í gær og á föstudaginn, því að hér fer fram sundmót. Það eru vitleikar og það er streymi í gangi frá sundlauginni fyrir áhugasama. Matthías Daði vinnur þarna, eitthvað basl á Miguel Goncalves. Matthías Daði fyrir fram hjá honum, kemur sendinguna fyrir. Hver er mættur á fjær? Það er Jón Þór Finnbogason, 2-0 Kári. Matthías Daði fer illa með Miguel Goncalves og með frábæra sendingu fyrir og vel klárað hjá Jóni Þór. Heimamenn komnir í ansi góða stöðu hérna eftir hálftíma leik. Áfram heldur Marino að fá brotinn. Albert fljótur að hugsa, kemur með hann upp í hornið, en aðeins svo langur.
eins og stendur þá eru Káramenn að lyfta sér upp í annað sæti deildarinnar með 10 stig eftir 5 leiki sem ansi fín uppskera. Á morgun eigast við KFG og Fjölnir og það síðasti leikurinn í þessari 5. umferð. En Fjölnismenn gætu komist upp fyrir Kára. Hér Matthías Daði hins vegar í hættulegri stöðu. Máni og Albert og Sigurjón. En Norðamenn potaði þessu frá. Atli Þór með boltan. Hann róar þetta. Smá bras á Dalvík Reyni. Þetta ekki nógu gott. Albert kemst upp með þetta, finnur Birkir Rapp. Sigurjón kassar hann niður, finnur Mána. Og Albert með skotið sem að Auðun Ingi missir frá sér. Káramenn eitthvað að biðja um víti, ég veit ekki með það. En sóknarlínan að tengja óbáslega vel saman, finna hvern annan trekk í trekk. Sjáum hérna snöggvast þetta atvik hérna áðan. Sigurjón á Mána. Albert með skotið. Máni í baráttunum frákasti. Nei, það er lítið í þessu. Árni Salvar út á Finnboga. Máni á Stefán. Þessi endar upp í lofti eða í innkasti. Flottur snúningur hjá Jóni Þór. Sigurjón í baráttunni þannig að einhvern veginn heldur hann boltanum. Jón Þór. Glæsilega gert hjá honum. Nær þannig í aukaspyrnu á hættulegum stað. Birkir Rapp og Marino gera sig líklega. Ég haldi að þetta væri skotfæri fyrir vinstri fótamann. Eða hægri. Káramenn fá hornspinnuna. Þessi bolt á fjær. Sigurjón Logi kemur hún
inn í teig og Marino Hilmar með skot í varnarmann. Þá sleppur þetta leikmaður nr. 77 Atli Þór Sindrason með skotið sem að Logi heldur. Þetta var ágætis hætta þarna. Sigurður Logi á ferðinni, finnur ekki samherja. Flottur snúningur hjá Aires Sosa. En tempóð á þessari sendingu var eitthvað skrítið og Finnbogi les þetta. Brotið á Alberti hana. Sjá hérna snöggvast upphlaupið hjá Dalvík Reyni áfram áðan. Þetta var svolítið tilvinnanarkennt. En Atli Þór kominn á fína ferð þarna, en líklega þetta nú fyrirgjöf sem að fer þannig átt að markinu. Þá geta norðanmenn sótt hratt. Aires Sosa á Þröst Mikael sem að, já, hann spurning með brot hana og Birki Hrafn, hann kemst upp með þetta. Freyr Jónsson vinnur boltan. Þessi bolti endar í höndunum hjá Loga. Hér er Gunnlaugur Rafn, en Stefán Logi sér við honum. Finnur Mánaberg sem setur hann út á Matthías Daða. Matthías niður á Birki Hrafn. Boltinn hrekkur aftur til Káramanna. Matthías sí ógnandi hérna út á vinstri kantinum. Sókn heimamanna heldur áfram. Marino með smá tíma. Fer á stað en fær innkastið. Skemmtileg hælspilna hana og norðanmenn eiga innkastið í kjölfarið. Alex Máni hana með ágæti sprett og vinnur innkastið.
Albert snýr á sig 2 menn. Finnur Sigurjón Loga. Sigurjón í skot með vinstri. Smá baslan á norðanmönnum að koma þessu frá. Matthías Daði, hvað gerir hann? Árni Salvar komin upp í horn hérna með fínan kross. Jón Þór. Skemmtileg tilþrif hana. Ekkert annað að gera en að koma þessu í átt að markinu, en boltinn framhjá að þessu sinni. Áki Sölvason hefur legið þannig eftir. Það virðist hafa jafnað sig. Þröstur Mikael. Finnur Áka. Áki með fyrirgjöfuna. Þessi dettur niður á fjær. Þarna hefði Elva Máni mátt vera nær boltanum. En Sigurjón Logi dæmdur brotlegur þarna, sýnist mér. Albert brotlegur þarna. Það var boltinn komin í leik. Það gíska að það sé 1 mínútu bætt við þennan fyrir hálfleik. Hér kemur Æres Rósa, en Árni Salvar skalla frá. Þá flautar Hallgrímur Viðar Arnarsson til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir Kára. Skulum rifja upp mörkin. En á 23. mínútu þá lappar Albert Hafsteinsson fram hjá tveimur hérna. Chippar honum á Mána Berg sem að klárar virkilega vel. Og á þeirri 30. þá var smá basl á Miguel Goncalves og Matthías Daði leikur á hann og kemur með flotta fyrirgjöf þar sem að Jón Þór Finnbogason er mættur á fjær og klárar vel. En við tökum okkur hérna pásu í leikliðinu og snúum aftur að vörmu spori.
Verið sæl.
Jæja, þá eru leikmenn hægt og rólega að skila sér aftur í höllina. Skulum rifja aftur upp mörkin fyrir þá sem voru að koma að skjánum. Káramenn í fínni stöðu hérna í hálfleik. Höfðu klárlega yfir höndina í þessum fyrir hálfleik. En nú reynir bara á að klára dæmið. Þó nokkrir Dalvíkingar í stúkunni í dag. Virkilega vel gert hjá þeim að fylgja sínu liði. Atli Þór, Máni yfir á Miguel Goncalves sem kemur með langan. Jón Þór Finnbogason, hann heldur bara áfram upp kantinn, skemmtilegt. Spurning brot hana en hann heldur bara áfram drengurinn. Þetta hlýtur að vera brot og jafnvel gult spjald. Frábær sprettur hjá Jóni Þór. Hann ætlar að sleppa honum, virðist vera. Sjáum þetta aftur. Þetta er virkilega vel gert hjá Jóni Þór. Sýndist þetta að vera, leikmann númer 30, Máni Dalstein Ingimarsson sem brýtur á honum og ég misti af spjaldi hjá honum í fyrri en hann fékk gula spjaldið undir lok fyrri hálfleiksins og sleppur þarna með seinna. Birgir Hrafn og Albert gera sig klára. Albert sem að krossar þessum og Stefán í baráttunni en nær ekki að stýra svo markið. Pressan skila sér hana hjá Kára og Sigurjón Logi fellur við. Og svo er dæmt á Finnboga og hann fær spjaldið við litla hrifningu heimamanna. En lítið við þess að segja held ég. Snýr baki í markið og allt það. En Finnbogi er kominn í bókina. Það er staðreynd. Albert og Þröstur Mikael í mikill baráttu þarna. Albert heldur boltanum og fær aukaspyrnuna en það er Áki Sölvason sem er brotlegur. Smá hiti hérna í byrjun
seinni hálfleiks, þannig viljum við hafa það. Albert finnur Sigurjón, fljótur að taka þetta. Hreinsunin ekkert sérstök hjá norðanmönnum og Stefán kemst ekki í boltan en Birkir Hrafn missir hann út af. Þannig vilja heimamenn fá hendi. Það hefur verið harður dómur. Máni Berg róar þetta niður. Finnur Stefán sem fer með hann alla leið niður á Loga. Birkir Hrafn með áhugaverðan snúning þarna. Og Marino kemur þessum einhvern veginn áfram. Sigurjón í baráttunni. Boltinn berst á Aires Sosa sem kominn á ferðina hérna á vinstri kantinum. Hann setur stefnuna bara út í horn en nú reynir hann krossinn. Þessi bolti á fjær á engan og Birkir Hrafn gerir vel í að skíla honum út af. Logi Mar aðeins tæpur þarna. Þetta óþarfi en við lifum með þessu. Aires Sosa finnur ekki Áka. Hér Gunnlaugur Rafn. Nálægt því að finna Áka í gegn en Árni Salvar kemst í boltan og spinnur upp í rjáfur. Var þetta innan teiks. Þá það þýðir að Kári fær uppkastið. Þetta er svolítið sérstakt allt saman með þessa reglu. Aires með fína sendingu á Atla Þór. Glæsileg tækling hana hjá Finnboga. Og innkastið er norðanmanna. Þröstur Mikael Mána. Máni á Mikael Goncalves. Aftur á Auðun Inga. Tæp sending þarna. Albert í fína pressu en dæmdur brotlegur. Sjáum þetta hérna aftur. Keyrir aðeins í síðuna á Gunnlaugi Rafni. Fínasta spil hjá Dalvík Reyni hérna. Þessi þversending ekkert sérstök. Máni Berg finnur Sigurjón Loga. Sigurjón Logi með tíma og plás og hliður í skot með vinstri. Glæsilegt mark hjá Sigurjóni Loga Bergþórsinni og staðan er orðin 3-0 fyrir Kára. Virkilega vel gert.
þetta mikilvæga þriðja mark, það féll Kára megin. Nú er spurning hvernig norðamenn bregðast við. Þeir höfðu nú byrjað seinni hálfleikinn ágætlega finnst mér, betur en hvernig enduðu þann fyrri. Jón Þór snýr og finnur Finnboga hérna út á kantinum. Finnbogi með fyrirgjöfina og það er 4-0. Matthías Daði mættur klára þetta glæsilega. Stingur sig fram fyrir 2 varnarmenn hana. Frábærlega gert. Tvö mörk með stuttu millibili hérna í byrjun fyrir hálfleiks og staðan er hún ansi góð fyrir Kára. Mér heyrist, já, það er þreföld skipting hérna hjá Dalvík Reyni. Við erum að tala Aires Sousa sem fer út af. Og Hector, þekkjum hann er kominn inn á. Mér sýnist allavega að vera, já, Máni Dalstein Ingimarsson gæti hafa farið út af. Það er kominn nýr hafsend í hana vinstra megin í staðan fyrir hann. Hér er Hector, fyrsta snertingin hans í leiknum. Matthías Daði á Sigurjón Loga. Jón Þór. Máni með flotta sending út á Finnboga. Finnbogi kominn inn á teig í fyrirgjafastöðu. Finnur Matthías, svolítið krefjandi sending en hann nær skotinu í átt að marki, hátt yfir. Káramenn stórhættulegir. Fjórir mismunandi markaskorarar. Sóknin að tikka virkilega vel hjá Kára í þessum leik. Og vörnin svo sem tekið á því sem þeir hafa þurft að taka á. Leist það með prýði. En klárlega talsverðir yfirburðir hjá Kára í leiknum eins og staðan gefur til kynna. Þá er fjórða breytingin hjá Dalvík Reyni. Leikmaður 6 út af, Þröstur Mikael fyrirliði og 22 inn á í staðinn Viktor Smári Sveinsson. Hann er beint í innkastið. Leikmaður fæddur 2006. Birkir Rapp dansar hér með boltan. Albert og Marino. Dalvík reynir eitt langan.
Atli Þór heldur boltanum eða hvað? Nei. Axel Máni með sendinguna fram á við. Albert kemst á milli, finnur Marino en Gunnlaugur Rapp hirði knöttinn. Fyrir gjöfin Áki, Atli Þór og Árni Salvar í baráttu. Atli Þór ennþá með boltan. Freyr, Hákon Atli yfir á Miguel Goncalves. Marino les þetta vel, setur Sigurjón Loga af stað, en þetta gengur ekki. Þá er það Miguel. Atli Þór. Atli Þór með fyrirgjöfuna, fínn bolt á fjær en aðeins og langur. Varamenn Kára í dag voru þeir Kasper Úlfarsson, varamarkmaður, númer 4 Mikael Hrafn Helgason, númer 9 Jóhannes Breki Harðarson, númer 11 Jón Viktor Hauksson, númer 14 Benedikt Ísar Björgvinsson, númer 41 Viktor Gaziarski og 77 Jóhannes Már Danielsson. Spurning hvenær Úlfur og Albert hyggjast gera skiptingar. Atli Þór verið mikið í boltanum síðustu mínútur. Skemmtilegur snúningur hjá Matthíasi. Finnur Albert. Albert með boltan aftur fyrir Finnboga. Finnbogi Sigur nær að bjarga þessu. Fá Marino. Þetta er væntanlega brot. Leikmaður númer 17 Gunnlaugur Rapp brotlegur og hann fer í bókina. Gult spjald. Áréttu dómur. Albert og Birkir Rapp stilla sér upp við boltan. Hvort ætla þetta verði skot eða fyrirgjöf. Fyrirgjöf er það frá Alberti. En Miguel Goncalves skalla frá. Það senda upp í rjári, þannig að Dalvík getur sótt hér. Jón Þór, vel gert hjá Jóni. Hættir við fyrirgjöfuna eða hvað? Nei, hún kemur á endanum. Glæsilegur snúningur hjá Matthíasi Daða þarna.
Matthías á Mána og Finnbogi er rangstæður þannig að sýnist mér. Náði ekki að koma honum yfir línuna heldur. Þetta var virkilega skemmtilegi taktar hjá Matthíasi þannig. Albert reynir að finna Matthías stað hana en rangstæða dæmt. Þróttarar í Vogum eru búinir að jafna gegn Kormák í Hvöt. Eins og stendur eru bæði þessi lið með 7 stig, 3 stigum eftir Kára sem eru núna með 10 stig. Eins og ég sagði hérna í fyrri hálfleik þá er Kári eins og stendur í öðru sætinu með 10 stig en á morgun getur Fjölnir komist upp fyrir þá eða þeir vinna KFG á útivelli. En það eru Haukarnir sem að sitja í toppsætinu með 12 stig eftir 5 leiki. Næsti leikur hjá Kára í deildinni er settur 7. júní, þetta er laugardagur. Þá munu þeir spila í Ólafsvík gegn Víkingum, Vesturlandsslagur. Gunnlaugur með áhugaverða sendingu hérna. Jón Þór í hörku baráttu við Hákon Atla. Áki Sölvason dæmdur brotlegur, hann að sýndist mér, já, náðum við ekki alveg fyrir bakið á Árna Salvari. Flottur bolti frá Albert inn á Finnboga. Ágætlega varist hana hjá Atla Þór. Búinn að hlaupa allan völlinn niður að elta bakurinn. Hector kemur boltanum út á kantinn. Vel gert hjá Birkir Hrafn að komast á milli þannig. Þá getur Albert snúið á miðunni. Fer í langan bolta upp á Matthías Daða sem skallar hann á Sigurjón. Sigurjón á Mána. Mán með nóg pláss þannig. En Jón Þór á Albert. Fyrirgjöfin hættuleg og þetta er sjálfsmark sýnist mér. Flott sókn hjá Kára. Og er það ekki leikmann númer 5, Miguel Goncalves, sem verður fyrir því óláni að setja henni í net.
Já, ég held við getum fullyrt að þessi bolti hafa allavega ekki verið á leiðin inn í markið, þannig að þetta skráist sem sjálfsmark, gerir ég ráð fyrir. Þá koma skiptingarnar. Sigurjón Máni og Albert heyrðist mér hann öskra og í stað þeirra koma Benedikt Ísar Björgvinsson, Jóhannes Breki Harðarsson og þetta sé Jón Viktor Hauksson. Albert Hafsteinsson með 2 stoðsendingar í dag held ég. Sigurjón og Máni náttúrulega markaskorarar. Það staði sig virkilega vel á þessum 70 mínútum. Matthías, þessi endaði í netinu. Það eins og áhorfendur og liðsfélagar hafa ekki alveg átt að segja á þessu, en sjáum þetta hér aftur. Jóhannes Breki nýkomin inn á, sendir hann á Matthías sem að dansar fram hjá einum og já, þetta er svolítið slísalegt hjá Auðun Inga Valtýsinni, en markið skráist væntanlega á Matthías Daða. Kári 6, Dalvík Reynir 0. Hörku skot hjá Hektori sýndist mér sem að Logi Mar ver og heldur ágætlega. Já, að gera að láta vaða þarna. Það eru Kára-menn í hættulegri stöðu, en Jóhannes Breki dæmdur rangstæður. Sjá. Já, ætli þetta sé ekki rétt. Þá er skipting hjá Dalvík Reyni. Atli Þór Sindrason
fer af velli, hefur nú verið þokkalega líflegur og í hans stað kemur inn á númer 8 Viktor Daði Sævaldsson. Þá þýðir það held ég að Dalvík séu búnir með sínar skiptingar. Fín pressa hjá Jónasi Breka en full ágengur. Benedikt Ísar á Jónas Breka, sendingin gengur ekki. Miguel Goncalves kominn hérna ofalega á völlinn en gefur hann aftur tilbaka. Nú er það spurningin hvort að Matthías Daði ná að skora þriðju þrennuna á tímabilinu. Hann hefur rúmt korter til að pota inn því þriðja. Freyr Jónsson tekur síðan snúningin en sendingin klikkar. Finnbogi brotlegur hana að mati Hallgríms Viðars. Þá kemur skipting hjá Kára. Sjá, þetta er hann Jóhannes Már Danielsson sem kemur inn á fyrir Jón Þór Finnbogason. Jón Þór búinn að vera virkilega flottur í þessum leik. Og einnig kemur Mikael Hrafn Helgason inn á fyrir Marino Hilmar. Marino líka búinn að vera mjög fínn á miðjunni í dag. Þá eru skiptingum lokið hér í dag. Bæði lið búin með sínar 5 skiptingar. Skemmtileg aukaspyrna hana hjá norðanmönnum. Hver var það? Alex Máni með krossinn. Svo er það Hector með skemmtilega hælspyrnu en Miguel Goncalves nær ekki að stýra þessu á markið. Þetta er örugglega eitt hættulegasta færi gestanna í dag. Finnbogi. Jóhannes Breki hann í baráttunni teig. Skot hans í varnarmann. Áki Sölvason leita niður.
Freyr Jónsson í baráttunni við Jón Viktor sem brotlegur. Freyr Jónsson með boltan hér fyrir Dalvíkinga. Gunnlaugur upp í horn en Matthías Daði vel staðsettur. Benedikt. Jóhannes. Fær hann að aukaspyrnuna. Veit ekki hversu mikið var í þessu. Birkir dæmdur brotlegur þarna, hendi. Næsti leikur hjá Dalvík Reyni heimaleikur gegn Þrótti Vogum laugardaginn 7. júní klukkan 4. En það svolítið langt í næstu heimaleiki hjá sem sagt Skagaliðunum. Ía, Karla, Kvenna og Kára. En miðvikudaginn 10. júní verður Kári Selfoss inn í höllinni. Daginn eftir, 5. 11. Ía Selfoss kvennamegin. Og svo 12. júní á föstudeginum þá stórleikurinn í bikarnum Ía Víkingur, þannig að við erum að tala í þarnæstu viku verður fótboltaveisla á Akranesi. Hörkuleikir framundan, en við þurfum að bíða svolítið eftir þeim. En eins og við komum áður inn á að þá næsti leikur hjá Kára í Ólafsvík á laugardaginn. Hér Finnbogi vinnur innkastið. Ákæðastigið örlítið dottið niður hérna síðustu mínútur eftir skiptingasúpuna. Og úrslit leiksins náttúrulega ráðinn. Hér Jóhannes Breki og Matthías. Boltinn best til Jóhannes Más.
sem fær aukaspyrnu. Krefjandi sending á Árna Salvar sem að virðist leysa þetta vel. Stefán Logi með boltan. Jónas Már á undan í boltan, finnur Jóhannes Breka, hann í skotfæri, lætur vaða en Goncalves verður fyrir þessu. Jónas Már brotið honum. Mikael með fyrirgjöfuna. Nafn hans Miguel Goncalves skalla frá. Birkir Hrafn í barningi hana út í horni. Norðanmenn hefja hér sókn. Áki Sölvason finnur Axel Mána sem sendir hann fyrir, aðeins og hár fyrir Hector. Benedikt Ísar setur þennan upp í Rjáur. Ég er búinn að missa töluna á fjölda bolta upp í Rjáur í dag, eru þó nokkrir. Fyrirgjöfun hjá Viktori Smára. Birkir Hrafn verst henni vel. Dalvíkingar halda boltanum. Hér lendir Mikael Hrafn í tæklingu. Mattias óheppinn hana, rennur boltan. Stefán Logi með hreinsununa. Menn að æsa sig yfir innkasti hérna á 89. mínútu.
Spurning hvort að dómari leiksins bæti hreinlega nokkru við. Logi að renna út á tíma, kastar langt, hörku kast hjá honum. Það var spurning með mann leiksins. Valla veikan blett að finna á liði heimamanna í dag. Margir virkilega flottir. En ég eiginlega verð að setja þetta á Matthías Daða. Hann skora 2 og á allavega eina stóðsendingu og bara ill viðráðanlegur. Sem sagt, varnarmenn gestanna áttu miklu basli með hann. Þannig að Matthías Daði fær þetta hjá mér í dag. Virkilega sterkt útlöp hjá Loga þarna, kýlir hann í burtu. Þá Benedikt Ísar kominn á ferðina. Pota boltanum á Mikael sem að finnur Matthías Daða. Er hann að hugsa þrennuna. Fín varnarvinna hjá Mikael Goncalves í þetta skipti. Og uppsker markspinnu. Þrjár í uppbót heyrist mér. Svo sem verið lítið stopp í leiknum og skiptingarnar voru svolítið teknar í beit. Og síðan held ég nú að lið sem að er að tapa svo stórt hafi lítinn áhuga á að spila langan uppbót á tíma. En opnast hérna fyrir Dalvíkinga. Axel Máni með fyrirgjöfuna, en Birkir Rafn vel staðsettur og skallar í horn. Sævar Þór tekur þessa hornspinnu eða hvað? Nei, Axel Máni. Mikael skallar þetta frá. Og ef þetta endar svona þá er þetta í annað skipti sem að Kári heldur hreinu á tímabilinu. Gerðu það einnig í 0-0 jafntefli á móti Hvíta Riddaranum hérna 15. maí. Hafa ekki fengið mikið af mörkum á sig. 5 mörk. En hér flautar Hallgrímur Viðar til leiksloka. 6-0 sigur Kára staðreynd. Og Kári eru komnir upp í annað sæti annara deildar í bili allavega. Við skulum renna yfir mörkin. Hérna er Albert Hafsteins fram hjá tveimur, Finnur Mánaberg sem að klárar. Langur fram, Mikael Goncalves í basli. Matthías Daði keyrir á hann, platar hann upp úr skónum og á frábæra fyrirgjöf þar sem að Jón Þór er mættur og klárar. Svo er Sigurjón Logi hér í seinni hálfleik. Fær smá tíma og á þetta flotta skot í fjærhornið.
hér í Finnbogi, Laxdal með fyrirgjöfuna og Matthías Daði stingur sér fram fyrir 2, klárar. Þá er það Jón Þór Finnbogason á Albert sem að finnur pönnuna á Miguel Goncalves sem skorar sjálfsmark og hérna var það Matthías Daði sem að neglir honum á nær og markmaður Dalvíkur ræður ekki við boltan. Auðun Ingi Valtýsson, spurning hvort að þetta skráist ekki örugglega sem mark á Matthías eða hvað, það kemur í ljós. En við förum að segja þetta gott inn í bili. Sjálfur heiti ég Snorri Kristleifsson og með mér í þessar útsendingu var Guðmundur Kort Einarsson á myndavélinni. Eins og ég sagði áðan, það er svolítið langt í næstu útsendingu hjá okkur. Það er í þar næstu viku, en Kári á næsta leik í Ólafsvík á laugardaginn. Gangið þeim sem allra best þar. Takk fyrir okkur.